Herðu, það Evrópusambandið sem aðalmálið í dag, nú þegar sólmyrkvinn liðinn. Við ætlum að ræða hérna núna í svona þessari sirpu Evrópusambandið, fáum við bara einn gest í einu og fáum hann til að rökstyðja sína afstöðu og í kvöld hingað kominn Ögmundur Jónasson. Velkomin. Takk fyrir. Þú ert sáttur við að þessi þjóðaratkvæðagreiðsla. Já. Þú sér ekkert að henni. Ég hef aldrei lagt mig upp á móti þjóðaratkvæðagreiðslu, en hins vegar finnst mér þetta standa misjafnlega að þjóðaratkvæðagreiðslu og minnst ekki við staðið vel að þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. En er þetta ekki einfalt? Er þetta ekki bara heldur að allir fatti ekki hvað verið að kjósa já eða nei? Nei, ég held ekki. Vegna þess að menn vilja halda því fram að við séum í rauninni ekki að sækja aðild að Evrópusambandinu. Við erum hins vegar að gera það á nákvæmlega sama hátt og gert var 2009. Þá var sótt aðild að Evrópusambandinu og nú verið að taka upp þráðinn varðandi þessa aðildar umsóknað Evrópusambandinu. Og það nú eiginlega grundvallar spurningu mínum huga. Hvort að þessi rétt fyrir eina þjóð að sækja aðild að Evrópusambandinu nema hún vilji fara þangað inn. Og menn eiga náttúrulega ekki að gera það nema þeir vilji fara þangað inn og það snýst þessi atkvæðagreiðsla. Vilja menn halda til streitu umsóknar aðild Íslands að Evrópusambandinu. Margir sem að segja já, líta kannski svo á það að þetta sé eins og tilboð ef að Evrópusambandið gengst að okkar megin kröfum. Þá ég alveg til að skoða það. Já, en ef við gera það ekki, þá þetta bara svipað og þú verður að selja íbúðuna og ég sendi 30 milljón krónar tilboð. Kannski tekur því, en kannski sendur þú tilbaka 55 milljónir og þá segir ég nei og kaupi ekki íbúðuna þeirra. Já, í rauninni finnst mér þetta svona lítið leggjast fyrir Íslendinga í rauninni að sækja aðild, ætlast til þess að allar aðildar þjóðir að Evrópusambandinu samþykki aðildarumsókn okkar, bjóða okkur velkomin. Og síðan ætlum við að skoða svona hvort að pakkinn sé nægilega góður fyrir okkur. Og þá tvennt sem að verður að segjast. Í fyrsta lagi þurfa þá að vera skýr þessi markmið, samningsaðila, svo kallara. Hvað ætla þeir að draga sína línur? Það liggur ekki fyrir hvernig það Og síðan finnst mér... En byrju Ögmundur, það ekki alveg ljóst, sko? Það engin stjórnmálamaður sem að fer og semur við Evrópusambandið að missa stjórn á auðlindum hafsins til dæmis. Það bara pólitísk sjálfsmorð, það bara óhugsandi að eitthvað gera það. Sko. En förum aðeins tilbaka. Förum til ársins 1992 og 3. Þá sátum við yfir samningnum hið Evrópska efnahagssvæði. Og hvað hefði gerst þá? Jú, við höfum verið í EFTA, sem var tollabandalag, og hafði þróast með svipuðum hætti og Evrópusambandi gerði, Evrópubandalagið eins og hér þá, þróaðist framan af. Það var fyrst og fremst tollabandalag og svona samræming á ýmsu sem að sneri að viðskiptum. Viðskipti. Já, reyndar var það heldur meira hjá Evrópubandalaginu því að þá vildu menn stuðla friði með því að taka á helstu ásteytingarsteinum, stálinu, kjarnorkun og setja það undir sameiginlegan hatt. Það var það sem greindi kannski Evrópubandalagið frá EFTA á þessum tíma. EFTA var stofnað 1960 og við gengum þangað inn 1970. Síðan gerist tvennt. Það hverfa margar þjóðir út úr EFTA og ganga inn í Evrópusambandið. Og á sama tíma þá fer Evrópusambandið að taka ákveðnum breytingum. Það fer að verða svona horfa meira inn á við og inn í efnahagskerfi hverjar þjóðar. En látum það liggja milli hluta. Við tökum þá ákvörðun að ásamt Sviss og Noregi og Liechtenstein að reyna að ná samkomulagi án þess að stíga inn í Evrópusambandið. Okkur tekst það með EES-samningnum. Ég var ekki hrifinn að þessum EES-samningi og ekki enn. Myndirðu vilja segja honum upp? Nei, við hefum rætt þetta áður hérna við þetta rauðaborð og ég sagði þá að það sitt hvað að ganga ekki inn í samkomulag og að ganga út úr samkomulagi. Það svona erfiðari hlutur að ganga út, alveg eins og ef við gengum inn í Evrópusambandi þá mjög erfitt að fara út. Ég tala ekki við erum búin að taka upp sameiginlegan gjaldmiðil næstum því útilokað.
og samræma okkur í bak og fyrir. Það var Við næstum þekkjum því þessa útiloka. afstöðu til dæmis bara frá Bretlandi að ég hafði nú alltaf grunum að félagiðinn Corbyn hafi viljað segja nei við inngöngu í Evrópusambandið en líka nei við Brexit. Já, ég held að hann hafi gert það. Og það var, menn voru bara búin að fá yfir sig nóg á sama hægt og ég hefur fengið yfir mig nóg af EES-samninum. Vegna þess að þar hefur Evrópusambandið í gegnum fjórfrelsi svo kallaði gerst of ásælið, of dominerandi og frekt inn í okkar innviði. Og ég hef stundum tekið það sem dæmi að þegar ég var sem innanríkisráðherra og vildi krukka ýmislegt sem að sneri að markaðsmálum gagnvart Evrópusambandinu eða bara markaðsmálum almennt. Eins og til dæmis að ég vildi setja kynnisferðum sem að voru orðnir einókandi í Keflavík, setja þeim stóli fyrir dyrnar og setja almenningssamgöngur á Suðurnesjum svona í öndvegi þarna til að styrkja þær. Þetta var kært til ESA og á grundvelli þess fekk ég sem sagt hótun lögsókn ef ég héldi þessu fram. Sama var strandsiglingar, við komum á en eftir ægilegan barning við Evrópusambandi og ég spyr, akkur ættu við að setja okkur í það stöð að þurfa að spyrja eitthvað miðstjórnarvald í... Við erum í því. Já, við erum í því og ég bara skýra hvers vegna ég til að EES-samningurinn hafi gengið of langt. Ég er þar. En þú myndir kjósa það að við færum núna og tækjum kannski normennina með okkur í eitthvað svona leiðangur að reyna að gera EES-samningin betri fyrir eftirlöndin. Það var mjög góður hlutur. Ég vildi þá að þessum tíma gera tvíhliðarsamning á grundvelli EFTA, þar sem við semdum tolla og samræmingu á ýmsum sviðum, samstarf á ýmsum sviðum, en tvíhliðarsamning eins og Sviss gerði. Þetta hefði ég viljað. Sviss fór náttúrulega út úr EFTA. Nei, Sviss fór ekki út úr EFTA. Nei, það er inn í EFTA en fór ekki inn í Evrópus, ekki inn í EES-samning. EFTA fyrir utan EES er náttúrulega það er svona óljós hvaða fyrirbrigði það er. Já, en engar síður þá er þetta ekkert slæm framtíð. En ég bara lýsa því að ég sem svo með mínar skoðanir, mér fannst EES-samningurinn ekki góður, mér fannst hann ganga of langt á okkar fullveldi. Og framkvæmdin jáfnvel ennþá meira sem að vitnar í til þess Jón Baldvin sem að gerði samningin. Hann er þess mjög ósáttur við að við höfum látið orkumálinn fara þarna inn þegar það lögust. Já, og ýmislegt í innflutningi af landbúnaði við erum á framvegis. En við erum þar, við gerðum þennan samning, við erum þar. Og við skulum bara segja að það sé málamiðlun. Og við skulum horfa á það alveg raunsætt að maður eins og ég sem er að lýsa þessum skoðunum, ég er minni hlutamaður í þessu máli. Alveg klárlega, minni hlutamaður. En núna, og segjum þetta að vera málamiðlun þar sem mér þótti gengið of langt. Hvaða afstöðu tekið þá þegar menn vilja ganga lengra út á plankan og taka fleiri svið inn í fjórfrelsispakkan en gert var í EES-samningnum. Og við erum að gera það án þess að þurfa að gera það. Og samningarnir svo kölluðu sem að við standa þá fyrir dyrum, þeir snúast það hve miklu við fáum haldið eftir af þeim réttindum sem við þó skildum hjá okkur í EES. Og ég spyr, hvernig í óskopunum stendur á því að þessi óhagstæða málamiðlun sem var, en málamiðlun var hún, að hún fær ekki að standa. Nei, þá að þvinga okkur lengra út á plankan. Og síðan er annað sem ég vildi segja. Ég ætlaði þess að skjóta inn þarna því að ég býst við að já-fólkið myndi segja með þessu að með því að fara lengra inn að þá höfum við einhverja möguleika á að hafa stjórn á því hvernig samskiptin eru innan Evrópusambandsins sem við höfum ekki með því að vera eiginlega bara þiggjendur ákvarðana inn í EES-samningnum. Það sé betra að vera inn í garðinum heldur að vera í einhverju svona bakgarði til liðar. Þetta finnst mér góður punktur til að ræða. Og þá er ég búin að vera óska eftir því og við höfum verið sem er á þessari línu, sömu línu og ég, ræðum þetta. Skoðum áhrifin sem við kemum til með að halda vegna þess að ég tel og get fært rök fyrir því að þau verði minni, miklu minni. Akkur fyrir það? Evrópusambandið, það byggir upp á nokkrum valdþáttum. Það er í fyrsta lagi framkvæmdastjórn. Það er fulltrúi hvers ríkis sig. Stjórnmálamaður sem stígur þarna inn, eins og fyrir varnarmálaráðherra Þýskalands, Ursula von der Leyen, hún verður bírókrat þegar hún er komið þangað inn. Og þeir sem að sitja í framkvæmdastjórninni, þeim mega ekki draga taum síns ríkis. Þetta er framkvæmdastjórnin. Framkvæmdastjórnin ein hefur heimild til þess að setja fram
lagafrumvörp á Evrópusambandsþinginu. Hún ein, ekki þingið, hún ein hefur heimildið þess. Svo getur þingið reynt að krukka í það og þarf að stoppa hluti yfirlega með meirihlutavaldi eins og var reynt að gera núna síðastliðið vor þegar... Þetta er nú næstu eins og íslenska þingið, það eru einu frumvörpi sem fari í gegn eru frumvörp ráðaranna. Það er bara 1 og 2 þingmannafrumvörp sem fari í gegn. En rétturinn er enga síður hérna fyrir hendi sér. Hann er ekki fyrir hendi þarna. Þetta er eitt valdþátturinn. Næsti valdþáttur er leiðtogaráðið. Það eru leiðtogar allra. Við fengjum leiðtoga þar inn. Þeir leggja megin línurnar. Það var þar sem að forseti leiðtogaráðsins orðaði það að nú þyrfti að koma Evrópu í stríðsham til að fara að vilja Bandaríkjamanna sem var skipuð Evrópusambandinu að fara með hernaðar útgjöldun upp í 5% af þjóðarframleiðslu. Allrætt, þeir leggja höfuðlínurnar, svona höfuð pólitíska línur. Síðan ertu með ráðherraráðið. Það er verulega ráðandi og tekur litaskiptum eftir því hvaða máli til umfjöllunar. Utanríkismál, þá eru utanríkisráðherrarnir, innanríkisráðherrarnir og svo framvegis. Þetta er sá þáttur. Síðan ertu með Evrópuþingið sem í rauninni er mjög valdalítið. Við hefum fáa fulltrúa og jafnvel þó höfum þá myndi ekki skipta sköpum. Svo kemur stóra málið. Það er dómstóllinn í Luxemburg. Það er Evrópusambands dómstóllinn í Luxemburg. Hann er sá aðili sem dæmir rétt og rangt. Hvað er heimilt og hvað er ekki heimilt að gera. Og ef við ætlum síðan að semja hluti, þá, og við varum ekki sátt við það sem okkur væri skammtað, þá er það undir honum komið hvað hann dæmir. Og við erum að halda því fram að jafnvel þó að menn ná einhverjum samkomulagi einhverja tiltekna hluti, til dæmis í fiskveiðum, að þá verður það að standast stofnsáttmála Evrópusambandsins vegna þess að hann dæmir samkvæmt þessu. En er ég að segja rétt með þessu? Já, við skulum bara horfa á dómaframkvæmdina. Við skulum fara yfir það hvernig hann hefur valtað yfir landslög í einstökum löndum, hvernig hann hefur valtað yfir stjórnarskrár einstakra ríkja, ef hann telur að það stríði gegn stofnsáttmála Evrópusambandsins í þeim málum sem eru sem að valdheimildi liggja hjá Evrópusambandinu. En við erum undir sambarlegum dómi varðandi öll mál sem að tengjast EES. Þú varst að taka dæmi af því áðan að það var hótunum að þú fengir ekki að láta strætó og fara til Keflavíkur. Já, alveg rétt. Og þessin er ég að segja það að ég er ósáttur við hver langt við fórum í því og þess vegna lagðist ég gegn bókun 35 vegna þess að þar eru menn að taka það úrskurðavald sem íslenski dómstólar hafa að skera úr hvað landamærin liggi milli Evrópusambandsréttar og okkar réttar, hvar þau liggja. Menn vildu taka það frá okkur. Það vil ég ekki. Ég bara segja það að þessi spurning sem þú vekum máls á og jáarar tala að við hefðum meiri áhrif, förum bara í gegnum þetta. Og þetta er það sem við þurfum að ræða. Og þetta skýrist ekki í samningaviðræðum, já til að sjá, það gerir það ekki. En það þegar þú ferð að horfa á og hlusta á röksemdirnar, þær snúa að öðrum þáttum en þeim sem að verða ræddir við samningaborðið. Menn er að tala vexti, menn er að tala gjaldmiðil og svo framvegis. Þetta verður ekki rætt við þetta samningaborð. Þetta verður ekki gert þar. Það sem verður rætt eru væntanlega fiskveiðimálin og landbúnaðarmálin og þar er ég að færa rök fyrir því með tilvísan í dómapraxis að það er stofnsáttmálin sem máli skiptir og þar er kveðið á það að það er sameiginleg fiskveiðistefna er á hendi Evrópusambandsins og Evrópudómstóllinn mun dæma samkvæmt því. En má ekki gera samningi þá bara með fyrirvara það að dómstóllinn gútar í samningin? Hann mun aldrei láta segja sér það. Nei, ég meina, við erum að tala það, við erum að tala dómstól sem valtar yfir stjórnarskrá Frakklands, stjórnarskrá Þýskalands, menn hafa ekki verið sáttir við það hjá stjórnardómstólnum í Þýskalandi, en hann gerir þetta, hann dæmir samkvæmt þessu, þetta er veruleikinn
En ekki framkvæmilegt að skjóta málunum til hans? Því þú ert að lýsa aðalega óvissan sér það hvernig dómstólinn muni bregðast við kannski góðum samningi frá sjónarhorni Íslands. Má ekki bara hafa samningi þannig að hann taki ekki gildi fyrir en að dómstólinn hefur lagt blessinu yfir það? All right, við slum verðum að góðu, ræðið það við dómstólinn, en það verður bara, sko, við fáum nú í næstu viku þá koma hérna írskir gestir, þingmenn sem hafa verið annars vegar á Írska þinginu og hins vegar Evrópusambandsþinginu. Verðum við fund í þjóðminjasafninu á 5. daginn, næsta, hádegisfund þar sem þau segja frá reynslu Íra af nákvæmlega þessu. Loforðum, samningum sem gerði voru og hvernig var síðan farið með þá. Við látum þá að segja frá því. En heldur að við myndum bara fara og labba götur Kork eða Dublinar eða eitthvað þar. Heldur að það væri ekki stór meiri hluti Íra ánægðir með veru landsins í Evrópusambandinu? Ég held að við sumir myndi ég að segja að það hefði hjálpað okkur að öðlast raunverulegt sjálfstæði, ekki vera ykkur hjálenda englendinga. Það var veran okkar í Evrópusambandinu. Ég er svona að þessi algengt viðhorf. Já, ég hef ekki hugmyndum það og í rauninni skiptir það engu máli, sko, vegna þess að ég er aðalega að horfa á Ísland og hvernig okkur vegnar. Ég hef til dæmis ótt af því að í Evrópu sé ekki mikil andstaða gegn hervæðingu sambandsins. Ég held ekki, það er búið að búa til slíka stemningu í Evrópu. Þýðir það að ég sé að horfa eitthvað sérstaklega til þess, þá gerir ég í því samhengi að ég vil ekki fara þangað inn. Ég vil að við mörkum okkur sérstöðu á allt öðrum grundvelli og ég er ekki að horfa til þess. Ég vil bara fá að vita fyrir okkar hagsmuni hvernig reiddi Írum af gagnvart þeim loforðum og samningum sem Evrópusambandið gerði og ég er að benda á að menn fari í reynsluna af þessu, skoði dómapraxísina og spyrji hverjir eru það sem ráða og á hvaða forsendum gera þeir það. Og þetta tala já til að sjá og síðan fara menn að tala vexti og annað slíkt sem ekki verið ræddir þetta, finnst mér svolítið út í hött. En ég vextir bara af reynslunni að vextir hafa lækkað hjá löndum sem hafa gengið inn í myntbandalagið. Það má vel vera og sumstaðar ekki og sumstaðar er húsnæðisleysi mikið og sumstaðar er atvinnuleysi 40%. Það er allur gangur á þessu. Stórkostlegar húsnæðiskreppur til dæmis á Spáni. Já. Það er allur gangur á þessu og alhæfingar duga alls ekkit í þessu efni að gera það ekki. En það er eitt sem að þú nefndir hérna Jón Baldvin áðan, að hann hefði ekki verið sáttur við allt sem gerðist síðan og eins og ofti er að þú þarft að fóstra raunverulega mál til þess að það er ekki til góðar og slæmar hugmyndir heldur hugmyndir sem er gerðar góðar eða slæmar. Já, og hann alveg rétt og hann til dæmis tók það upp sem að þú nefndir með orkumálin. Já. Og það kom til síðar löngu eftir hennar samning sem gerð var. Og þá finnst mér vakna þessi spurning að því að sumir segja, þetta er bara næsta stoppustöð, þetta er endastöðin. Við stoppuðum hérna á Gunnarsbraut, Njálsgötu, en við erum að fara á Hlemm. Það er Evrópusambandið. Þetta er ekki svona. Evrópusambandið Hlemmur er nefnilega allt annar en hann var í gær. Allt annar. Evrópusambandið hefur tekið grundvallar breytingum. Frá því að Jón Baldvin og þeir félagar allir voru að semja við Brussel árið 1992 og 3. Þetta er allt önnur stofnun. Hún er orðin miklu lokaðri, hún er orðin miklu umfangsmeiri, hún er orðin miklu frekari, hún er miklu meira dominerandi og skipandi en áður var. Þannig að pólitíkin í Evrópu hefur breyst. Þegar Jón Baldvin var að semja, var ekki Davíð Oddsson sem sagði það að haft það eftir, eða sagði sem svo að þetta var eintómi sósíaldemókratar fyrir utan Asnar á Spáni. Það var sósíaldemókratar á Asnar. En núna eru sósíaldemókratar eiginlega ekki mjög áberandi. Já, ég var með fund í Safnahúsinu daginn. Hervæðingu Evrópusambandsins og misbeitingu valds og það er væri fróðlegt að fá væri gott að fá aðeins að víkja því á eftir ef ég mætti en þá skal ég segja að þér voru menn að vekja máls á því að ýmsar aðgerðir Evrópusambandsins og Bandaríkjanna
alveg í einni spyrðu, menn alltaf að tala þetta sé sundrast Bandaríkjunum og Evrópusambandi, langt í frá. Styðja bæði þjóðamorðið í Gaza, eru þar í miklu bræðralagi í öllu. Að En samt lönd innan Evrópusambandsins sem eru með svona aðeins öðruvísi afstöðu eins og til dæmis Spánn. Jú, alveg rétt, sko, en í heildina er stefnan þessi og þar eru þau að fara saman. En það sem að kom fram á þessum fundi var í viðtali við sérfræðinga frá Sameinuðu þjóðunum. Þeir vöktu máls á því að í 30 ár, þessi þróun hefur gerast á síðustu árum, hefur allsherjarþing Sameinuðu þjóðanna fordæmt sem ólöglegar og meiðandi fyrir mannkyn, einhliða refsiaðgerðir Bandaríkjanna og Evrópusambandsins. Mannréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna hefur gert það líka. Á hverju einasta ári fordæmt það sem er að gerast. Nú þeir að færa sig búið skaftið. Nú ekki nóg með það að þeir setji bann á Sýrland og Venezuela og Kúbu og allt það. Heldur einstaklinga í Evrópusambandinu sem leyfa sér að andmæla utanríkis- og varnarmálastefnu Evrópusambandsins. Og ég var með þarna á fundinum og hann verður fljótlega aðgengilegur á netinu, þessi þáttur eða þessi fundur. Ég var með mann í Berlín, þýskan blaðamann, sem hefur að sinna Miðausturlöndum og tala við ýmsa þar, alla aðila, stríðsaðila, Húta og Hamas og PLO og alla og hann hlaut fyrir þetta bann, það búið að taka á hann kortið, bankakortið, það búið að skerða ferðafrelsi hans, líka konans og mömmans og ef að þú hjálpar honum þá þú komin í fangelsis refilstígu einhverja og af hverju skildi það vera, af hverju gera þeir þetta? Jú, vegna þess að þeir spyrja sig, hverjum gagnar svona fréttaflutningur? Pútín, gagnast Pútín? Já, hann að mála hjá Pútín, bannamannin og þeir eru búin að taka fleiri, Jacques Beau, frægt, hann ekki á sömu línu og ég í pólitík, hægri maður svissneska hernum, hann gagnrýndi stefnu Evrópusambandsins í Úkraínu og NATO og í Miðausturlöndum bann og þeir eru konum með fleiri og ég fór að lesa mig til á Evrópusambands. Ég hef gagnrýnt þetta allt saman þegar ég myndi verða þakkaði niður ef við gengum í Evrópusamband. Auðvitað, við erum skrúa fyrir þig. Það er alveg öruglega gert. Þetta er nefnilega, og þetta, menn trúa því ekki og margir halda hér, þetta eru öfgar sem eru hér á ferðinni. Maðurinn er að íkja. Nei, það er ekki að gera. Og ég aðeins að ljúka við það að segja að ég fór inn á Evrópusambandsvefinn og fór að kanna þessar refsiaðgerðir og forsendur refsiaðgerðana, hverja það væru. Jú, viti menn, þeir segja þar þetta er hugsað ekki sem punitive, ekki sem refsing í sjálfu sér, heldur sem leiðsögn það hvernig þú eigir að hugsa. Ef þú gengur gegn stefnu, varnarmálastefnu og utanríkisstefnu Evrópusambandsins, þá erum við að leiðbeina þér og meðan við erum að leiðbeina þér á tökum við að þér kortið og svo framvegis og þú getur hugsað betur. Fari menn inn á vefinn og skoðu þetta og ég segi við þá sem segja já til að sjá, reynið að sjá þetta, reynið að skoða þetta. Já, en að því að við erum svolítið að tala að hafa áhrif, vera inni eða fyrir utan og þetta er afstæða, fólk þarf að taka afstöðu þessa í öllu bara pólitísku starfi. Þú hefur líklega gert það þegar þú varst inn í VFG, það var ekki að því VFG var bara alveg eftir þínu höfði og þá fórstu inn. Þú fórst inn til þess að breyta VFG, til þess að hafa góð áhrif á það. Ef Evrópa er að þróast til verri vegar, er það ekki bara hægt að segja sér svo að við ættum eiginlega frekar að fara inn til þess að geta haft áhrif á að Evrópa myndi þróast til betri vegar? Verðist að það skiptir okkur máli hvort sem við erum inni eða úti. Ég meina það er stærsti hluti allra viðskipta okkar ef Evrópa. Sumiliti erum við bara eins og varta á Evrópu. Við verðum náttúrulega eins og vart á Evrópu við erum með orðið það sko. Ég er með valkost. Við erum með beggja vegna okkar annars vegar mjög
óstabilan mann vestanhafs, Donald Trump, sem að gera hluti sem ekki góðir. Við erum með mjög vafasama karaktera sem að stýra núna Evrópusambandinu og eru bara orðin handbendi hergagna iðnaðarins því miður. Hvað gera Íslendingar þá? Hvað er þá valkosturinn að fara þangað inn og halda menn fá eitthvað skjól þar? Nei, þetta er bara sama spyrða. Ég er bara að spyrja almennt hvort það sé snjallar að fara inn til þess að breyta Evrópu, hvort að þú átt fleiri skoðanabræður í Evrópu heldur en á Íslandi. Nei, ég vil horfa til, ég vil ekki hugsa svona smátt. Ég vil hugsa til heimsins alls og vistu hvað skortir í heiminum öllum núna. Og ég bara finn það að það sem ég hef farið og sagt þetta utan Evrópu og innan Evrópu og hvar sem að þessir þó skoðanabræður minnir og líka fólk sem ekkit endilega á sama máli og ég að öllu leiti alls ekki. Það skortur á friðflytjendum. Það skortur á fólki sem að réttir út höndina, ekkit bara í Evrópu, heldur í heiminum öllum. Og þetta á að vera hlutverk Íslendinga og ég hef orðað þannig að þegar úvar rísa, beggja vegna Atlantshafshrygjarins sem við sitjum á miðjum, þá eigum við að taka okkur þessa stöðu. Þetta var staðan sem Eysteinn Jónsson, framsóknarmaður, boðaði 1944 og ég bara aðhyllist þá hugsun. En það gæti ykkur jámaður sagt einmitt Ögmundur, ég er alveg sammálaður og til þess að hafa virka stöðu, til þess að geta raunverulega haft áhrif á þróun heimsmála, þá snjallari fyrir okkur að vera inn í þessu sem átt að þelja upp áðan ráðherraráðið og leiðtogaráðið og framkvæmdastjórnina. Ég vil gera eitthvað sem ég tel vera raunhæft. Ég vildi ekki fara til dæmis inn í Bandaríkin og hafa áhrif þar og alls ekki inn í Evrópu heldur. Ég vil leggja rækt við það sem við eigum að leggja rækt við, sem eru Sameinuðu þjóðirnar. Við eigum að vera á slíkum vorsendu. Þeir eru að stúta Sameinuðu þjóðunum. Þetta var reyndar það eru frekar Bandaríkjamenn sem eru að þekja það ekki. Það eru Bandaríkin, já, hinir taka allir þátt í þessu. Davos-fundirnir, sem Íslendingar hafa verið að sækja líka, Davos-fundirnir eru bara tilræði við Sameinuðu þjóðurnar, það er ekkit annað. Það er sem að peningavaldið, stórlagsarnir, auðvaldið í heiminum er að ýta Sameinuðu þjóðunum til hliðar. Það er bara það sem er að gerast. Út af það gekk þetta. Og ég segi við eigum að stilla okkur upp með Sameinuðu þjóðunum, með alþjóðalögum, þar eigum að vera. Og ég skal segja þér eitt að hann var hérna hjá ykkur, Alfred Sayer, sengt hann í viðtali eftir hann var á fundi sem ég stóð fyrir á sínum tíma. Og hann var spurður þetta, heyrðu, alþjóða glæpadómstóllinn vill lögsækja Putin og lögsækja Netanyahu og hvað vilt þú? Lögsækja alla sem hann vill. Ég bara styð það, sagði hann, að ég styð þessar alþjóðlegu stofnanir. Það er hins vegar Evrópusambandið og Bandaríkin og Rússland og Kína sem standa gegn þessu. Þau vilja þetta ekki. Þessir aðilar vilja þetta ekki. Og þarna eigum við að stilla okkur upp. Ég get komið þá áfram með bara sama upplegg. Það er ekki líklega að þú getur breytt þessari stöðu að Evrópusambandið berjist ekki gegn niðurbróti alþjóðlegra stofnana með því að vera þar inni heldur fyrir utan. Hver heldur að hlusta á Ísland? Finnst þér það líklega? Fyrst þér að fá að segja það, sérðu. Til einhver hlusta á mann þá verður maður að fá að segja þetta. Olof Palme. Á sem missa debitkortið. Já, sem missa debitkortið. Olof Palme, hann var sú rödd í heiminum sem allir svona, sem massin vildi heyra, vildi hlusta á. Hann var sú rödd. Sú rödd er ekki, hún hljómar ekki innan Evrópusambandsins. Þar er sameiginleg stefna í Evrópusambandsins í varnarmálum og öryggismálum og er að verða alltaf saman súrraðri með hverju árunni sem líður. Það koma eins og þú bendir á tilvik þar sem að menn vil ekki taka þátt í versta ofbeldinu svo þú nefnir Spán og hérna núna forsætisráðherrann á Spáni og það kemur slíkt upp á en þegar á heildinni litið þá stefnir þetta mjög hratt í sambandsríki, samræmingar átt í þessum efnum. Og það sem að mér finnst svo skrítið að það er að vinstra fólk, sumt hvert, það vil leita ásjár þarna inn í þessum krumlum auðvaldsins og hervæðingar og hernaði maskínunar sem er alveg furðulegu hlutur og benda á það að á Íslandi sé svo mikið spilling og við þurfum að flýja þessi spillingu. Það er spilling á Íslandi. Það er spilling allstaðar þar sem á hleypir auðvaldun að.
þar sem að peningarnir fá að ráða, þar er spilling. Ef þú bætir síðan inn í hergagnaðinaðinum, inn í þann kokteil, eins og hann er komin í Evrópusambandinu, þá er ekki við góða búast. Þannig að þú ert ekki þeirra skoðunar eins og sumir sem að telja sér til vinstri að Evrópusambandi geti aðstóð okkur við að kljást við íslenskt auðvald. Sko, svo langt í frá, vegna þess að þetta er bara smíði auðvaldsins eins og þetta er. En það sem að ég nefnilega glemdi að segja áðan og var að fálma eftir, það var að þessir menn sem að voru að horfa til þróunar Evrópusambandsins, Alfred Isaias, Thomas Fassi sem að kemur hérna fram líka, ítalskur fræðingur, Jeffrey Sachs og fleiri. Það sem þeir eru að segja allir er að Evrópusambandið er allt annað en það var fyrir 30 árum. Allt annað það var þegar Jón Baldvin var að semja og við vorum að semja. Þetta er allt annað konstrukt en þá var. Það er ekki saman að jafna. Og hann sagði Alfred Isaias, hann sagði ef þú skoðar þessar refsiaðgerðir og þessar ályktanir Sameinuðu þjóðanna og mannréttindanefndarinnar í garð Bandaríkjanna og Evrópusambandsins, þetta var allt í góðu lagi hérna á Maastricht-tímabilinu 92. Þá var þeir fullt samræmi milli Sameinuðu þjóðanna og Evrópusambandsins, fullt. Það er það ekki lengur. Þetta er orðið En er það ekki breyting bara í pólitísku landslagi í Evrópu? Jú, og í heiminum. Já, ég veit það. Við erum á populískum tímum þar sem að hægri menn vaða svolítið uppi. Nýfrjálshyggjan á að vera dauð en hún hefur eiginlega aldrei verið virkar heldur núna. Já, þetta er alveg rétt. Þetta veður uppi allstaðar, vestanhafs og líka hérna heima. Líka hérna heima. En þess vegna eigum við að reyna að hasla okkur völl utan þessara illu straumar sem þeir eru. Þetta eru illu straumar. Já, en má ég þá spyrja aftur frá svona hluta af jáurónum að þeir myndu orða þetta sem svo að það eru vísaverðir tímar í heiminum. Við vitum ekki hvert Bandaríkin er að þróast og getur jafnvel orðið óvinnur okkar með að við hvernig þeir hegða sér gagnvart Grænlandi. Á slíku tímum eru allir að rotta sér saman í einhver svona bandalög að velja sér stöðu. Og þá myndi þessir menn segja sér svo, það er bara óraunhæft að Ísland geti utan allra bandalaga haft sterkar stöðu. Það er miklu meiri líkur á því við getum haft áhrif á þróunina með því að til einhverju, þá bara fórnar við einhverju sjálfstæði fyrir að geta haft jákvæð áhrif á þróun heimsmála. Sko, ég held hins vegar, sko, ef við tökum þetta með Grænland, sko, það sem við erum að upplifa með Grænland og Danir taka mikil bakvöll og eðlilega og allt það er það sem náttúrulega Rómanska Ameríka er búin að upplifa sko í áratugi frá hendi Bandaríkjanna og Filippseyjar og heimurinn að Afríka náttúrulega og frá hendi Evrópuríkjanna og svo framvegis. Sko, leiðin út úr þessum ofbeldisheimi er ekki að skríða upp í kjöltuna á þessu liði og ekki gleyma því þegar ég sé menn sem eru í forsvari fyrir Palestínumenn að berjast gegn þjóðarmorði og horfa fram hjá því að Evrópusambandið er stuðningsaðili Ísraelsríkis í gegnum allt þetta, eins með Bandaríkin og Evrópuríkin í Miðausturlöndum, ég þekki nú orðið svolítið til þar, var í Sýrlandi ekki fyrir löngu, Rojava, þar sem að nýlenduveldin í Evrópu eru á fullu að gæta sinna hagsmuna, olíuhagsmuna og svo framvegis. Og hvað sögðu þeir þegar að Donald Trump réðist á Íran? Þetta er stórkostlegt, sagði Rúte, NATO-forstjóri. Stórkostlegt, hann er að enginn sem hefði þórað þessu og Merz, kanslari Vestur-Þýskaland, sagði hann er að hreinsa til þarna í Miðausturunni og taka af okkur ómækið. Þetta er eins byrða, þetta er sama liðið og við eigum ekki að skríða upp í fangið á þessu. En við erum upp í fangið á þessu. Íslenska utanríkisstefna er mjög í takt við allt þetta. Alveg rétt og við erum að reyna að rífa okkur frá... Við erum hvað ég kalla þetta verðugur bandamaður í öllu þessu drasli. Já, við erum að rífa okkur frá þessu. Spurningin er hins vegar og þar kemur þetta raunsægin. Sko, munum við breyta heiminum með því að standa upp á hól og kalla? Nei, við gerum það ekki. Við eigum að svona sína varkárni,
Við eigum að reyna að úthugsa með hvaða hætti við getum á jákvæðan hátt komið inn í þessar mynd þessara stríðandi fylkinga allra. Ekki að skríða upp til þeirra, alls ekki, heldur gera það sem að margir horfðu til þegar við vorum með leiðtogafundin hér fyrir 40 árum í október 1986. Menn horfðu þá svolítið til Íslands og það voru margir sem sögðu, Ísland er ákjósanlegur staður. Þeir eru svo smáir Íslendingar, það tekur ekki á öfunda þá og við skulum bara hafa þetta sem svona friðarsegul og við höfum að hugsa svona. Það er eftir svona í takt við Ólafur Ragnar Grímsson til dæmis, hann hefur alltaf haft svona þessa afstöðu. Jú, eða hann í takt við mig, ég veit ekki, og takt við aðra sem eru að tala þessu máli. Þeir eru margir, Eysteinn Jónsson, ég var að vísa í hann, og svona töluðu pólitíkursennir miðja síðustu öld, nánast yfir all litrófið. Þeir gerðu það. Menn sáu Ísland fyrir sér með þessum hætti. Núna eru menn bara konur upp á barríkauturnar út allan heim að taka þátt í slagnum. Þetta eigum við ekki að gera. En nú gæti ykkur sagt, þetta er allt gott og vel, svona sjálfstæði utanríkismálum og sem er mikils virði. En gjaldið sem við borgum fyrir það er krónan til dæmis og það eru færð rök fyrir því að ef við tækjum upp evruna og erum með skárri vaxtakjör. Það er ekki bara við einstaklinga sem eru að borga kannski húsnæði sitt einu sinni, tvisvar sinnum oftar heldur en næstu bæjum. Heldur á þetta líka við ríkið, þar sem að ríkið skulda bara 60% af landsframleiðslu en samt með hærri vaxtakjöld heldur en Grikkland sem að er að fara að slá í 200%. Þannig að þetta er bara svo mikil byrði til þess að þú hafir þetta frelsi í utanríkismálum að unga fólki sem er að kaupa íbúðir, leigjendur sem er á markaði, þau bara standi ekki undir þessu. Við vilt ekki létta á okkur byrðunum í smá stund, svo skulum við kannski koma með þér í baráttuna. Í fyrsta lagi, þá segir nú við fólk sem að svona haldið þessu, ferðum svolítið Evrópu, ekki bara í miðborg Parísar og miðborg Berlínar, förum út í úthverfin, förum þar sem er húsnæðisleysið, þar sem er atvinnuleysið, þar sem að fólk berst í bökkum og getur ekki einu sinni tekið lán til að njóta lágra vaxta vegna þess að það hefur ekki vinnu eða er á svo lágum kjörum og leigir íbúðir sem eru allavega. Þannig að það er ekki hægt að alhæfa með þessu móti, það er bara ekki hægt og við getum ekki leyft okkur á grundvelli svona alhæfinga að taka einhverja mjög afdrifaríkar ákvarðanir framtíð Íslands í bara heimi þjóðana, það getum við ekki gert. En allt þetta sem við erum að nefna, það getum við gert sjálf og Hvernig hefur við ekki gert það? Heldur ykkur vilji borga þessa vexti? Nei, en það sem að menn er að kalla eftir, leggjum meirum við það. Hvað eru menn að kalla eftir? Þeir eru að kalla eftir meira stabiliteti. Þeir eru að tala meira stabilitet, stöðuleika á vinnumarkaði. Ég held að verið Dagur B. Eggertsson sem sagði, þingmaður Samfylkingarinnar, sem sagði, við þurfum meiri aga á vinnumarkaði. Við munum eftir Salek. Það er þetta sem við erum að tala um. Við fáum stuðning við þetta í Evrópu og nú hefur þeim tekist þessum markaðsöflum að nánast svæfa verkalýðshreyfinguna. Þú ert að bera spegil upp að vitum hennar til að bara finna hvort hún er á lífi eða andvana. Það er bannað þar, það eru bara mannréttindi að þú geti staðið utan verkalýðsfélaga. Þú þarft ekki verið verkalýðsfélögum eins og þú þarft að vera hérna í opinbera geiranum og í reynd líka í einkageiranum nema vissum hlutum hans sem er að brjótast út úr því. Þetta hefur verið okkar lífbjörg svona jöfnuð í samfélaginu almennt. Það verður að taka allt þetta burtu og þetta er það sem að þeir eru að horfa til. Þessir mestu áhugamenn með Evrópusambandi. Hlustaðu á þá. Hlustaðu á Dag hvað hann er að segja og hlustaðu á þessa hægri kratalla sem er að mæra þennan evrópska vinnumarkað og lasta þetta óstabilitet á hennum íslenska. Ég vil miklu meiri átök og rugga öllum bátum eins mögulega og hægt er til að hrista okkur misréttið í þjóðfélaginu. Það gerum við ekki með því að fara inn í Evrópusambandið. Þú lýsir Evrópu svolítið sem ekki góðum stað, heimilisleysi, atvinnuleysi, efnahagsleg stöðnun, vaxandi fasismi og hernaðaríkja. En margir Íslendingar hafa ferðast Evrópu og upplifa að þetta sé bara einn bestu samfélag.
Vistu það að mér finnst Evrópa yndisleg. Já. Ég ferðast Evrópu og mér finnst hún yndisleg. Mér finnst það... En af hverju tekur Evrópa þessi svona afgerandi röngu ákvarðanir eins og þú ert að lýsa? Hvað kom fyrir Evrópu? Vegna þess að Evrópa, sko, Eisenhower sagði þegar hann tók við forsetaembætti hérna 1953, þá varaði hann við því að við færum svona gengjum hernaðarhyggjunu á hönd. Síðan satt hann í embætti í 8 ár. 1961 heldur hann ræðu þegar hann hverfur frá valdastóli. Og þá segir hann, eitt vil ég segja, látið ekki the industrial military complex ná tökum á samfélaginu. Þá fer illa. Það er þetta sem hefur gerst. Það hefur gerst vestanhafs og er að gerast núna í Evrópu. Það er það sem er að gerast. En allt það sem að við horfum til okkur finnst jákvætt í Evrópu, við getum haldið þessu öllu saman. Öllu saman. Við höfum að vera með mikla samvinnu í menntun, í listum, í rannsóknum, í öllu og við höfum að fara út og fá kaffisofbót á stétt í Strasbourg og París og allstaðar og njóta sögunar og listanna og mannfólksins og alls. Þetta getum við. Evrópusambandið er allt önnur ella. Það er bara stjórnkerfi sem heldur utanum hérna... Ég var að spyrja af hverju Evrópa, þinn góða álfa, tekur svona rangar ákvarðanir. Ég held að sé þetta. Ég held að þessi öfl, þau hafa náð undirtökunum. Þau höfðu ekki undirtökin. Þau höfðu ekki undirtökin svo seint sem EES-samningurinn, sem Maastricht. Þau voru ekki búin að ná þeim. Það ber öllum saman þetta. Núna er þetta að gerast. Og ef að menn horfa fram hjá því að það er verið að taka mannréttindi af fólki í sífellt vaxandi mæli, það er verið að beygja alla undir samræmda stefnu, hernaðarstefnu, það er bara að gerast. Þeir tala opinskatt það að nú þurfum við að vígvæða Evrópu, komin í hérna, hvað var það, military mode, stríðsam og býtu, og þeir segja líka, meira segja, þetta verðum við að gera á kostnað velferðar því miður. Og allar menn þá enga síður að sækja aðild að þessu til að sjá í pakkan. Þetta er pakkin. Hann er þarna. Ok, ef maður koma að því að kíkja í pakkan og að ná samningum. Margir neyjarar hafa bara hafnað í það sé ekkert í boði. En því hefur líka verið haldið fram að þetta sé eiginlega einstakur tími fyrir okkur að sækja núna af ýmsum ástæðum, meðal annars út af áherslu Evrópusambandsins og öryggismála, þá er svona okkur fengur að hafa Ísland í bara á kortinu. Líka vegna þess að það er orkukreppa í Evrópu og Evrópusambandsins myndi gjarnan vilja hafa Noreg nær sér. Af þeim ástæðum að þá höfum við möguleikann á miklu betri samningu við Evrópusambandið heldur fyrir 10 árum eða 20 árum eða 30 árum, því að við getum raunverulega náð eiginlega bara sagt það sem við viljum í sambandi við sjávarútveginn og annað slíkt, að Evrópa mun samþykkja það vegna þess að það er svo mikill fengur að því að fá Ísland núna, sem að var ekkert fyrir 10 árum eða þegar fókus Evrópu var að færast austur og annað slíkt. Nú þurfum við að efla sig í vestrinu, búin að missa Bretland, langar að fá Noreg og þess vegna höfum við eiginlega, þetta er einstakt sögulegt tækifæri, myndi eitthvað segja. Til að gera hvað? Til þess að fá, þú segir... Til þess að fá alltaf góða en ekkert að slæma. Eitthvað í boði, þá það sem var í boði væri að halda einhverju af því sem við höfum þegar. Já, en fá annan. Og við viljum ekkert missa og þá stendur það eftir, þá stendur það vissulega eftir að segja eins og þú segir, eins og þú hefur eftir öðrum, þú ert að vitna í Jávara. Já, ég spyr neyjara eins og Jávari. Já, það er bara mjög gott. Og hvað sé í boði? Og ég segi það sem er í boði er að fá að sjá hvort að við fáum haldið einhver af því sem við þegar höfum. Og þá... Ég skilti fyrir eitthvað annað við viðbótar. Og þá, akkurat, ég skil. Og ég ber fulla respekt fyrir þeim sem segja, ég vil fara í Evrópusambandi, ég vil sækja aðild í Evrópusambandi og ég ætla að fara þangað inn og vil endilega fara þangað inn. Ég skil það. Það er vegna þess að þeir trúa því að það verði betri efnahagur og stöður að vellag og það verði hægt að temja verkalýðshreyfinguna, láta hana halda sér saman og okkararna, það verði ekki jafn mikið okkur á Íslandi. Okkur á Íslandi. Guðminn almáttur, sko, vita menn ekki hvernig Evrópa lítur út. Og vita menn ekki menn segja til dæmis það spillingu, vita menn ekki spillingu í Evrópusambandinu.
innan stjórnkerfisins og allstæðar svoleiðis grasserandi spilling. Allstæðar sem eru miklu peningar, þar er mikil spilling. En ég segi sko, hún er hérna líka, það er ekki það, en þú lagar henni ekki með inngöngu í Evrópusambandið. Þvert á móti þá undirgengstu regluverk sem mér finnst vera spilt, sem að mér finnst vera smíðað í þágu fjármagnsins. Og þegar maður fyrir að skoða þessi mál, þessi deilumál sem hafa komið upp fyrir dómstóla, fyrir Evrópudómstóla í Luxemborg, hann dæmir alltaf í vil fjármagninu, alltaf, enda er það bara sáttmálin sem að hefur verið gerður. Það á nú svo sem eiginlega næstu við Hæstarétt Íslands líka. Það er öryrkjadómurinn hérna 99 og svo erlendur lánin 2009 þar sem að Hæstaréttur. Það hefur verið mjög fá dæmi að dómskerfi sé ekki alltaf í liði með valdinu og öðrum. Sem ráða ég skal ekki alhæfa það. Ég er ekki að mótmæla því sem þú segir þessi einstöku mál, alls ekki. En ég skal ekki alhæfa það. Ég alhæfi hins vegar mitt að dómstóllinn í Luxemborg dæmir alltaf með markaðshyggjunni sem að Evrópu eða stoppsáttmálinn hvílir á. Hann hvílir á þessu fjórfrelsi þessu frelsi. Við söndum fjórfrelsið. Nú vilja menn taka fleiri þætti undir fjórfrelsið, sjávarútveginn og annað, og ég er að segja það sem að kann að vera sami tímabundið slík mál, landbúnað, sjávarútvegsmál sem getur vel verið að verði boðið í ljósi þess sem þú nefndir stöðu Íslands í viðsjárverðum heimi núna. Það má vel vera. Það mun ekki halda. Og við svona hlusta á Írana sem koma hingað í næstu viku á hádegisfund í Þjóðminjasafninu kl. 12 á 5. Hvað hafa þeir að segja reynslu Íra? Evrópusambandið hefur verið að reyna að þrengja að Írum á því að veita stórfyrirtækjum skattaafslátt sem að má svo sem líta á sem jákvæða áhrif Evrópusambandsins. Þetta þekki ég þekki það ekki. Þeir náttúrulega eru ákveð skattaparadís í Já, en ég þekki það hvernig þeir hafa verið að þröngva bara öllum ríkjum til þess að ganga hart fram í markaðsvæðingu innviðana. Og það er þetta, að því að þarna tala ég pínlítið af reynslu. Ég var í rúmlega 20 ár í starfi verkalýðshreyfingarinnar í Evrópu. Sat í framkvæmdastjórnum ETUC, European Trade Union Confederation, sem er samband verkalýðsfélaga í Evrópu og sambandi opinberra starfsmanna í Evrópu og heimsvísu. Og við vorum að berjast alltaf gegn þessari markaðsvæðingu innviðana. Ég er ekki á móti rakkabúð eða byggabúð eða bjarnabúð, alls ekki. En ég er á móti þessu einokunar valdi og þessu ofurvaldi fjármagnsins. Við vorum að berjast gegn þessu öllum stundum og það hefur smám saman... Berjast gegn Evrópusambandinu? Við vorum að berjast við þessari grunnhugsun sem Evrópusambandi var að múra inn og þeim hefur tekist að gera það. Og við höfum ekki að ganga lengra á þeim planka. Við höfum að reyna að halda eins miklu valdi, fullveldisvaldi innan okkar vébanda. Við höfum að reyna að gera það. Svo getum við rifist það og tekist á það. Hvernig við höfum skipulagi okkar samfélags, en við megum ekki afhenda valdið frá okkur. Við vorum að tala þjóðaratkvæðagreiðslu, höldum við þessa lýðræðislegu umgjörð okkar. Þú vildir aldrei Evrópusambandið og enn síður í dag heldur en áður. Þróunin hefur verið mjög síður. Ég skal segja hann stríddi mig stundum á því hann Össur Skarphéðinsson, vinur minn, að... Þú varst nú í ríkisstjórn sem að sóttu aðild. Já, illu heilli. Og þá sagður já. Já, gerði það, illu heilli. Og ég hef skýrt það hvernig á því stóð, ekki sagt að það var gert, að við gerum það, illu heilli. Þú þurft að skrifa heila bók til þess? Já, ég skrifaði bók og eftir búin að skrifa marga bækur, en að það engin okkar sem þá sæti ríkisstjórn, ekki heldur Össur og Jóhanna og þau öll trúði því að þetta yrði eins svakalegt og það varð. Eins sundrandi og erfitt og ferlið. Og frekjan í Evrópusambandinu og ágengnin og ýtnin, hvað þetta var
ægilegt að opna þess að dyr, hvað var ægileg mistök, nema ég sagði einhvern við hann eftir EES-samningina, því að hann vissi að ég var á móti EES-samningnum og taldi hann ganga of langt að ég sagði einhvern já, þegar það er komið, allir ég myndi ekki vakna alveg jafnvel innan Evrópusambandsins sem utan. Þetta var á þeim tíma. Það er ekki núna svoleiðis. Núna er það þannig að með óarfiði að þetta verið gert. Og hugsaði eitt Gunnar Smári að við verum að tala lýðræði. Sko, og við skulum tala í því samhengi ábyrg og óábyrg stjórnvöld. Það er alveg ljóst að þessar hreyfingar eru svona til helminga, einhvern veginn. Ég hef ekki alveg sans fyrir þessu. Mér finnst, ég hef nú yfirleitt alltaf verið haft gaman að því að spá fyrir úrslitkosninga. Ég er algjörlega blankur gagnvart þessari. Já, ég er bara að horfa síðustu skoðanakannari. Jú, en það er alltaf svona einhvern veginn gallar. Ég held að sé kannski í þessari viku og næstu, þar sem að stór hluti þeirra sem hafa ekki haft skýra afstöðu, munu taka afstöðu. Já, en ég held allavega, ef við bara lítum á þróun síðustu ára, hvernig svona afstæðan hefur verið. Þetta sé bara 50-50. Já, þá hefur það verið svolítið svolítið. Að það hefur verið minni hluti sem hefur verið tekið afstöðu og þar hefur þetta verið svona skipt. Er það rétt að taka ríki á svo veikum forsendum inn í gerbreytt umhverfi eins og hér að ræða þegar búum við þá kosti sem að flestum finnst vera mjög góðir finnst að vera mjög góðir erum við að gera þjóðinni gott með þessu? Ég held ekki. Hér verður ægileg sundrung í tengslum við þetta því að nótabenni þetta er ekki verið að svifta einn eða einu. Við erum með þetta rómaða fjórfrelsisins sem við finnst svo stórt. Þú ert að dásama lýðræðið, það er gott fyrir okkur að hafa það og við höfum þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Ef að það verður 50,3% sem segja já og 49,7% segja nei, hvað mun gerast? Þá munið þið farið viðræður. En hvernig munu neyjararnir bregðast við því? Ég meina, það er bara úrslit, kosninga. Heldur það? Já. Heldur átökin mun ekki halda áfram eða sama hvernig niðurstaða? Já, menn munu halda áfram að rífast málið. Að sjálfsögðu, meðan að þetta ferlir í gangi alveg eins og við gerðum síðast. Hvernig finnst okkur ganga það að ræða þetta mál svona í samfélaginu? Talandi lýðræði, hvað eru við þroska lýðræði? Ég held að muni ganga betur og betur eftir því sem líður á. Það held ég að á endanum muni þetta radikalisera Íslands samfélag. Svona umræða og hún er til góð sko. Hún er ekki slæm. Hún er bara fín. En ég óttast þessa niðurstöðu. En ég ætla bara að segja það að það sem að mér hefði fundist ábyrgt að segja við byggjum okkar ákvarðanir á auknum meirihluta 80%, 65% afgerandi, það er að vera afgerandi afstæða. Til þess að breyta? Já, til að breyta. En er þetta ekki að færa bara íhaldsöflunum bara neitunarvald? Að við þurfum til þess að breyta samfélaginu og þá þurfum við aukin meirihluta? En til þess að viðhalda því óbreyttu? Nei, mér finnst það í þessu, mér finnst ekki að alhæfum það. Það er í sömum tilvikum, jú, kannski, en öðrum tilvikum ekki. Við erum að meta það hverju sinni. Þetta er það afgerandi ákvörðun sem að er svo afdrifarík fyrir okkar land og okkar þjóðfélag til mjög langs tíma. Þar finnst mér óábyrgt að fara í þessa ferð nema með aukin meiri hluta á bakvið sig. Mér finnst það er mín skoðun. En hvernig kanntu við þig í þessari baráttu vera eiginlega í sama liði og útgerðar auðvaldið, Hannes Hólmsteinn og margir svona sem að þetta kannski hefur ekki kannski spáð í endilega að þú myndir lenda í sæng með eins og sattir? Ég er ekki samrekja þeim. Ég er ekki með þessum mönnum í neinni sæng. En ég horfi líka til annara sem eru á hinum kantinum. Þar er hinn raunverulega elíta. Það er valda elíta núna. Það er þeir sem að stýra í Íslandi. Það er fjármálamenn. Það er stórríkt fólk í hinni hreyfingunni líka sem að þessar línur liggja ekkert svona. En meiri hluti beggja fylkinga eru bara svo kallað venjulegt fólk. Já, akkurat, ég er með því.
Ég þar. Ég stend til vinstri við þér. Hefur þú tilfinningunni að það sé frekar svona betur setta elitan sem í jáinu en það sé svona alþýðamanna í neyinu? Það kom fram í einhverju skoðanakönnun að það væri hinnir mjög svo ríku sem var í jáinu og þeir sem hefðu minnst og var í jáinu. En ætti þú ekki að standa með þeim? Eins og Jesú? Standa með smæstu bræðrúðinum? Ég kann að meta öðruvísi hvað er fyrir bestu. En ég bara segja hvernig þetta er þeir sem að telja að allt sé grænt komast inn í Evrópusambandið og hinn sem að sjá að þetta geta komið sínum fjármunum í brúk, það er þessi ríku sem að þarna eru, en þetta tala að ég standi með auðvaldinu, það var mér að segja að ég skrifaði grein í Vísi daginn gegn auðvaldinu og svolítið í anda þess sem að einu sinni var talað kvótan heim og ég var þar með ágætum manni sem við fórum landið og vildum afnema framsalskerfi kvótans og það vil svo til að sá maður situr gegn mér hérna núna. Það var stoppað með því að það var samkomubann, þannig við gátum ekki aldrei áfram. Nei, hvað var gert þá? Þá var stofnuð samstöð og það var hérna fyrst sendt út á í YouTube og svo var búin til heil sjónvarpsstöð í kringum það sem ég hef alltaf bundið mikla vonir við og þykir væntum. En ég bara segja að ég stend ekki með einhverju auðvaldi, hvorki sjávar til sjávar eða lands, það ger ég ekki. Ég stend með almenningi í landinu, ég reyndi að stilla mér þar upp öllum stundum og alltaf og ekki með neinum auðvaldsöflum. Ég ætla að segja þér, akkur ég held að þessi undarlega samkrull er. Í fyrsta lagi áður en ég vík að því þá ætla ég að segja að þegar ég er að horfa til málsvarana hinum megin við tökum bara, það var ágætt viðtal við Kristjánu Frostadóttur í sjónvarpsþætti. Ég var með mjög fínt viðtal við Gauta Bjeggesson í gær. Já, það er nefnilega það. Hann segist aldrei hafa verið sammála mér eitt einasta mál, las einhverstaðar á bloggi. Allt í lagi, það má vera það er bara í góðu lagi. Nema hún er að tala þar við Alistair Campbell. Já. Og segir að hún hafi orðið fyrir miklum áhrifum af bók sem hann hafi skrifað, Winners held ég hún hafi heitið eitthvað slikt, miklum áhrifum. Menn vita hver þessi maður er. Já, hann var spunameistari Tony Blairs og einn aðal höfundur af New Labour. Já, og bara Íraksstríðinu líka. Já. Þetta er alveg stór hættulegu maður. Já, og réttlæti það. Þegar við erum að tala elítur og við erum að tala fjármagn og svo framvegis, við skulum bara horfa inn í Viðreisn. Við skulum bara horfa inn í Samfylkinguna og alveg óþarf að reyna að dengja mér í einhverja spyrðu með auðvaldsmönnum. Ég er ekki þar. Ég hef alla tíð verið málsvari þess að stuðlað jöfnuði í samfélaginu og taka völdun úr höndum þessara manna. Hvaða tilfinningu hefur þið fyrir? Má ég skýra þetta eins? Hvað ég held að hafi gerst og hvers vegna þessar fylkingar eru svona. Ef við tökum Evrópu hér og Ameríku hér. Ameríka setti allt á markað. Og setti síðan regulasjón, setti síðan lög eða regluverk yfir markaðinn, þú mátt ekki taka nema þetta hagnað út úr vatnsveitunum og svona regluverk. Evrópa stóð almannavaktina með eignarhaldi. Við eigum Gvendabrunna, við eigum Landsvirkjun og svona var þetta líka í Evrópu. Evrópa fór síðan að feta sig í áttina til Bandaríkjanna og markaðsvæði allt. Og það var krafan frá fjármagninu, fjármagnsöflunum, markaðsvæðið allt, setið á markað, þá náum við það. Þá fara menn að segja í Evrópusambandinu líka, sem gerir svo kannanir, setja regluverk. Það líkar íhaldun illa, það líkar markaðsöflunum illa og margir markaðsmenn hér, hægri menn hér, þeim óar við Evrópusambandinu vegna regulasjónar, vegna vaxandi regluvæðingar. Og þarna mætumst við, menn eins og ég sem vil tryggja almannahaga með eignarhaldi og hinnir sem eru bara móti regluverki. Og neytendasamtök segja, sjáðu hvað er fín neytendavernd í Evrópu. Neytendavernd og aðhald mun aldrei ráða við markað. Ef þú hleypir markaðsöflunum lætur það fá allt, þá eru þið búin að éta allt. Og þegar menn er að tala það að halda eignum þjóðar,
að það sé ekkert í Evrópu sáttmálanum sem að kveði á að þú þurfa að afhenda eignirina, þjóðareignir. Það er rétt. Þú nærðum á annan hátt. Það þýðir ekki að horfa bara á eignarhald. Þú eru að horfa á hver setur lögin, hver setur regluverkið, hver hefur eftirlitið, hver dæmir hvað er rétt og rangt. Þarna hafa verið allt í sinni hendi. En að mörguleiti erum við komin undir svona reglur í gegnum EES. Já. Þeir eru að skipta sér að því að brjóta upp orkufyrirtækin okkar sem voru í samfélagslegri eigu, algjöru tilgangsleysi og vitleysu. Alveg rétt. Þessna hef ég verið gagnrýninn á það. Alveg rétt. En við hefum ekki gangað lengra. En ég var nú bara að spyrja þig samvisti þínar auðvaldinu, af því að það er bara í umræðunni. Jú. En það er náttúrulega, mann getur komist að sömu niðurstöðu á ólíkum forsendum. Ég get búið netur og þú segist þetta ofnæmi, en Pétur segist bara að vera sattur. Já. En þeir eru hvoru netur, en þeir eru vel ekkert skilt. Nei, ég er bara að benda á og einhvern veginn passar þetta dæmi, því að ég held að sett með svolítið ofnæmi fyrir Evrópusambandinu. Ég er með ofnæmi fyrir auðvaldsöflum, ég er með ofnæmi fyrir peningaöflunum og það er númer 1 hjá mér. Ég er með ofnæmi yfir markaðshyggju og auðvaldi. Og vegna þess að Evrópusambandið þjónar þessum öflum, þessum er ég móti því. Ég var ekki á móti hugsun Evrópusambandsins hér fyrir 40 árum. Það var allt annar handleikur. En myndir ekki vilja taka þátt í svona upprisu alþjóðunar í Evrópu sem að myndi aftur ná tökum Evrópusambandinu, þannig að það myndi þjóna almenningin ekki? Ég held að þú myndi gera henni miklu meiri greiða með því að stilla þér upp hér. Stilla þér upp hér, svona óháð þessum öflum sem vilja loka á þau munnunum og taka þau bankakortið, óháð því þá stöndum við upp hér og köllum út í heim, allan heim, ekki litla heim Evrópu, allan heim. Hvaða tilfinningu hefur við fyrir úrslitunum? Það er nú bara rúmar 2 vikur þangað til. Ég hef ekki hugmynd um það. Nei, ekki. En ég bara segi, ég bara vona að Íslendingar beri gæfu til þess að segja nei. Herðu, látu þá kveðju vera lokaorðin, Ögmundur, gaman að fá þig hérna, kannski fæ ég þið aftur áður en að kosningarnar verða. Takk. En við ætlum að halda þig áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf að skilja þetta samfélag og heiminn og okkur sjálf. Næsti kafli er eftir augnablik. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.